Komið sæl. Í kvöld ætlum við að byrja fyrsta kvöldi af 3 þar sem við ætlum að fara yfir helgidómsþjónustuna og hvers vegna við þurfum að fara yfir helgidómsþjónustuna, hvaða þýðingu það er fyrir okkur, til hvers var Guð að gefa okkur þetta verkfæri og til að skilja það betur hvað hann vildi sýna okkur. Nú það segir í Sálmi 27 og 4. versi: Eins hef ég beðið Drottinn, það eitt þrái ég, að ég fá að dvelja í húsi Drottins alla ævidaga mína, til þess að fá að skoða yndisleg Drottins, sökkva mig niður í hugleiðingar í musteri hans. Davíð, hann áttaði sig á því að það musteri, það gegnir mjög þýðingarmiklu hlutverki, helgidómur Guðs. Hann gerði sig grein fyrir mikilvægi þess að dvelja á því sem helgidómurinn er að kenna okkur. Og við þurfum líka að skilja þetta. Hann var ekki bara að því hann fannst vænt húsið eða þess að hann skildi það að það var mikilvæg leksía sem að Guð hafi gefið okkur með þessari þjónustu sem að framfór í þessu mysterisþjónustu. Og sjá svo líka hvað segir hér í Sálmi 73, 3-12 og 14 og 17. Þetta er sálmur sem skrifaður er af Asaf, en ekki af Davíð. Það er svona svolítið ómænilegt þegar prestallir eru eftir Davíð. Og í grundvallaratriðum það sem Asaf er að berjast við er að velmegun hinna óguðlegu. Hann tjáir þessa öfund í upphafi og síðan hvernig hann svarar spurningu sinni hvers vegna henni er óguðlegu, hvers vegna þeim dafnar, hvers vegna þeir dafni. Og það segir þannig: þegar ég fylltist gremju út af hinnum hrokafullu, að þegar ég sjá gengi hinna guðlausu, sjá þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Og vissulega hef ég til ónýtis haldið hjarta mínu hreinu og þvegið hendur mínar í sakleysi. Ég þjáist alla daginn og á hverjum morgni bíður mín hirting. Þannig hann er að velta þessu fyrir sig, hvað tilgangur er því, hvað gagn er því að vera að fylgja Guði þegar þeir sem eru óguðlegir, þeim bara vegnar vel. Og hann svarar þessu þarna í 17. versi: uns ég kom inn í helgidóma Guðs og skildi afdrif þeirra. Þannig hann er að segja að með því að fara inn í helgidómin þá skilur hann hver afdrif þeirra verða að lokum, þó þeir vegni vel í dag. Og því það ekki endilega að það verði alltaf þannig. Og það skildi hann með því að skoða helgidómin. Mér langar að byrja á því að minnast á helgidómana sem koma fram í ritningunni, þessi jarnesku helgidóma. Og fyrsti helgidómurinn sem var byggður var auðvitað helgidómurinn í eyðimörkinni á tímum Móse. Og þessi helgidómur var byggður árið 1445 fyrir Krist. Og mér langar að lesa í 2. Mósebók 25 og 8. vers og síðan förum við niður í 40. vers þar sem að tala þessa tilteknu tjaldbúð eða þennan helgidóm. Og hér talar Guð og hann segir: þeir skulu gjöra mér helgidóm og ég búa mitt á meðal þeirra. Og svo í versi 40 sagði Guð Móse að gera þennan helgidóm eftir þeirri fyrirmynd sem hann sýndi honum á fjallinu. Og það stendur þarna: og sjá svo til að þú gjörir þessa hluti eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. Og svo í 2. Mósebók 36-39 finnum við byggingu þessa helgidóms sem Guð sagði Móse að byggja. Nú eftir að helgidómurinn hafi verið byggður, sjáum við í 2. Mósebók 40-34 að dýr Guðs kom inn í hebreska helgidómin. Og við lesum það hér að helgidómurinn hann hafi verið byggður og allir hlutar hans eru komnir til staðar. Og nú finnum við þessi orð: þá huldi skýið samfundatjaldið og dýr Drottins fyllti búðina. Svo þetta er fyrsti helgidómurinn sem minnst er af Biblíunni, sem var byggður á jörðinni, og hebreski helgidómurinn á tíma Móse. En síðan lét Salomon
gera varanlegri byggingu. Því helgidómurinn í eyðimörkinu var í raun tjald sem þeir gátu flutt með sér. Og þegar Ísrael gekk inn í fyrirheyrnarlandið, þá vildi Davíð og síðan Salómon reisa varanlegri byggingu sem var þekkt sem musteri Salómons. Nú það rangnefni þess að þetta var í raun og veru ekki musteri helgidómur Salómons, þetta var helgidómur Guðs. Og þetta musteri var byggt árið 960 fyrir Krist. Og til að gefa þér smá bakgrunn, ef þú lest í síðari Krónikubók 7. kafla, myndu komast því að Salómon fór með bæn eftir byggingu þessa musteris, og síðan í kafla 7, fyrstu versunum, og enn aftur gekk dýrð Guðs inn í helgidóminn eða musterið sem Salómon hafi byggt. Við lesum það hér að þegar Salómon hafi lokið bæn sinni, kom eldur á himni og eyddi brennifórninni og sláturfórninni, og dýrð drottins fyllti húsið, og prestarnir máttu innganga í musteri drottins því að dýrð drottins fyllti hús drottins. Það mögnuð upplifun að upplifa þetta. Svo enn og aftur finnum við byggingu helgidóms, og þetta er varanlegt musteri byggt af Salómon, og byggingunni er lýst í öðru Krónikubók, kafla 3 og 4, 5, og síðan í 7. kafla höfum við bæn Salómons, og í 7. kafla höfum við dýrðina sem gengur inn í musterið. En vegna fráfalls Ísraels var þetta musteri eitt af Nebúkadnessar, konungi árið 586, og Ísrael var hertekið í 70 ár til Babýlonar. Því hafði verið lofað að eftir að þeir hefðu verið í Babýlon í 70 ár, myndu þeir geta farið aftur til landsins, endurreist trú sína og byggt musterið aftur. Svo eftir útlegðina árið 536 fóru þeir aftur til landsins og þeir byggðu musterið, og musterið var fullbúið árið 515 fyrir Krist. Þetta musterið talað í Haggai, kafla 2 og versunum 6 og 9. Eitt mjög áhugavert þetta musteri sem var byggt eftir útlegðina, það er þetta musterið hafði ekki sömu dýrð og fyrra musterið hafði haft. Reynda grétu margir þeirra sem höfðu séð musteri Salómons þegar þeir sáu hversu lakara musterið þetta var en musterið sem Salómon hafði byggt. Og við skulum lesa hana texta í Haggai, 2. kafli, vers 6-9, og það segir því að svo segir Drottinn allsherjar, eftir skamma hríð mun ég hræra himinn og jörð, haf og þurrlendi, ég mun hræra alla þjóðir svo að gersemar allra þjóða skulu hinga koma, og ég mun fylla hús þetta dýrð, segir Drottinn allsherjar. Mitt er silfrið, mitt er gullið, segir Drottinn allsherjar. Og svo kemur þetta fyrirheit, hinn síðari dýrð þessa musteris. Það er sem sagt musterið eftir útlegðina. En síðari dýrð þessa musteris mun meiri verða en hinn fyrri var. Og það var þá musteri Salómons, sem að þetta ásönst að vera meiri dýrð í þessu seinna eftir útlegðina. Gyðingar þeir eru enn að reyna að útskýra hvernig þessi spádómur rættist, því musteri sem var reist eftir útlegð náði aldrei þeirri dýrð sem musteri Salómons hafði haft. Svo hvað var átt við hér þegar Guð gaf fyrirheit þetta musteri eftir útlegð að það myndi fyllast dýrð og að dýrð þess síðara myndi vera meiri. En staðreyndin er svo að þetta var uppfyllt vegna þess að Jesús Kristur sjálfur gekk í forgröðum þessa musteris. Nú var dýrð hans samkvæmt reikningunum hulin, en hann færði frið á þessum stað og því hann er fyrirjaður höfðingi. Við finnum lýsingu á þessu í Jóhannes 2 og 20. versi, og reyndar tók það 46 ár fyrir Heródes að byggja musterið, en það segir þarna, þá sögðu gyðingar, þetta musterið hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum, af því að Jesús hafði nýlega sagt, brjótið þetta musterið og ég skal reisa það á 3 dögum. Og þeir held að hann var að tala musterið sem Heródes hafði endurbyggt, sem hafði tekið 46 ára að fegra. Svo við finnum þessi musteri í rýningunni. Við finnum helgidómin í eyðimörkinni, við finnum musterið sem Salómon reisti
og við finnum musteri sem reist var eftir útlegðina árið 515 og sem Heródes endurgerði eða fegraði. Og svo nú spurningin, hvað táknuðu þessir helgidómar? Byggði Guð þessa helgidóma bara vegna þess að hann vildi búa meðal Ísraels eða var einhver sérstök ástæða fyrir því að Guð sagði Ísrael að byggja þessa helgidóma? Nú staðreyndin svo að þessir jarðnesku helgidómar voru táknrænir eða táknuðu ýmislegt. Og það gefti því fyrsta sem þessir helgidómar táknuðu, að jarðneski helgidómurinn var í raun tákn hins himneska helgidóms. Hann var líkan að himneska helgidóminum og Guð vildi að Ísrael skildi með því að skoða jarðneska helgidómin hluti himneska helgidómin. Ef við förum í Hebreabréfið 8. kafla, fyrstu 5 versið þar sem við finnum mjög skýrt að jarðneski helgidómurinn var tákn eða líkan fyrir miklu starri himneskan helgidóm. Það sem segir þarna, höfuð inntak þess sem sagt hefur verið þetta, við höfum þann æðsta prest sem settist til hægri handar við hásæti hátegnarinn á himnum. Hann helgiþjónn helgidómsins og tjaldbúðarinnar hinnar sönnu sem drottin reisti og eigi maður. Sérhver æðsti prestur skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir og þess vegna nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafði líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, myndi hann alls ekki vera prestur þar sem þeir eru fyrir, sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar. Og takið svo eftir því sem segir hér jarðneska helgidómin. En þeir þjóna eftirmynd og skugga hins himneska. Og þetta var eftirlíking skuggi hins himneska. Og eins og Mósi fekk bendingu frá Guði hann var að koma upp tjaldbúðinni, og þá segir gæt þess, sagði hann, að þú gjörir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. Þannig að jarðneski helgidómurinn var aðeins smá líkan að hennu himneska. Og við lesum líka í Hebreabréfinu 9, 11 og 12 sem segir okkur frá þessum samanburði á jarðneska helgidómnum og þessum himneska. Það sem segir Kristur, hann komið sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hennar stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki með höndum gjörð, það að segja, ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kálfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Þannig að þið sjáuð enn og aftur að en sanna tjaldbúð, himneski helgidómurinn fullkomnari tjaldbúð sem ekki með höndum gjörð. Með öðrum orðum að þá hafði jarðneski helgidómurinn þann tilgang að þjóna sem sýnishorn til að sýna fram á stóran sannleika. En eina ástæðan þess að Guð lét byggja alla þessa jarðnesku helgidóma var að sýna fólki sínu sannleika hinn himneska helgidóm. En þessi jarðnesku musteri táknuðu líka að aðra hluti sem við ætlum að skoða. Þessi musteri táknuðu líka líkansmusterið okkar. Því að taka eftir því í 1. Korinthubréfi 7. kafla vers 19 og 20 og það sér að helgidómurinn líking af okkur, af musteri okkars líkama. Og það segir þarna, vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér yðar eigin, þér eru verði keyptir, vexa með því Guð með líkama yðar. Og það önnur ástæða fyrir því að Guð lét byggja þessa helgidóma. Það svo að hann vil gefa okkur leksíu okkar eigin persónulega líkansmusteri. Og alveg svo við sáum áðan að heilagur andi, að dýr Guðs opinberaðist í musterinu, þannig ættum við einnig að búast við því að dýr Guðs opinberast í okkar eigin musteri eða helgidóm. En þessir helgidómar voru líka gefnir til að gefa okkur leksíu varðandi líkansmusteri Jesú, eins og segir hér í Jóhannesi 2:19-22. Brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Og þá sagði gyðingarnir, þetta musteri hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. En hann var að tala musteri líkama síns, að þegar hann var risinn frá dauðum, myndust lærisveinar hans að hann hafi sagt þetta og trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hafi talað.
og tala sitt eigið musteri, sinn líkama. Þannig að musteri var ekki aðeins gefið til að gefa leksíu himneska helgidóminn og líkamsmusteri okkar, heldur einnig líkamsmusteri Jesú Krist. En það enn önnur vídd á þessu jarneska musteri. Þau voru einnig gefin sem dæmi kristna kirkju sem í ritningunni er kallað musteri Guðs, eins og í Efesusbréfinu 2:19-22. Að hér finnum við að þessi jarnesku musteri eða helgidómar táknuðu kristna kirkju. Það sem segir, þess vegna eru þér ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þér samþegnar hinna heiligu og heimamenn Guðs. Og takið nú eftir hinnu andlega musteri. Þér eru bygging sem hefur á grundvelli postulana og spámennina en Krist Jesús sjálfan að hyrningarsteini. Já, musteri það hafði líka hyrningarstein sem hélti öllu saman. Og takið nú eftir að við erum bygging, það segir í versi 21. Í honum öll byggingin samantengd og vex svo að hún verður heilagt musteri í drottni. Dýr Guðs í þessu kirkjumusteri, eins og við sáum í tjaldbúðinni. Algjörlega, þegar það segir, í honum verður þér líka bústaður handa Guði fyrir anda hans. Það ættum að vænta þess að sama dýrð verður raunveruleiki í kirkjunni. Þess vegna voru þessi jarnesku musteri gefin til að kenna mikla leksíu himneska helgidóminn Jesú Krist, líkamsmusteri okkar og kristna kirkju. Reyndar þá vill and Kristur sitja í musteri Guðs og sýna sig vera Guð. Sumir halda að einhver muni rísa upp í Mið-Austurlöndum og sitja í bókstaflegu endurbyggðu musteri gyðinga. En það algjörlega möguleiki að það sé vera að tala kristna kirkju sjálfa sem líka musteri eins og vorum að sjá og ég trú að svo sé. Nú skulum tala aðeins uppsetningu helgidómsins eða musterisins og við þurfum að skoða þetta frá austri til vesturs vegna þess að inngangurinn að helgidóminum var í raun austanmegin sem þýðir að þegar fólk tilbaði í átt að helgidóminum sneri það baki við sólu. Og það var viljandi vegna þess að áður fyrir tilbáðu menn og enn í dagrindar tilbáðu menn með andlitið í átt að sólinni og samkvæmt Esekiel 8. kafla. En vegna þess að inngangur helgidómsins var austanmegin og þegar fólk gekk þar inn var baki til sólarinnar þeir áttu ekki að tilbiðja sólarguðinn. Svo við höfum búðirnar þar sem Ísrael bjó allt í kring. Þar byggu syndararnir. Það voru þeir sem þurftu á þessum helgidómi að halda. Búðirnar voru í raun hluti af hebreska helgidóminum, þessu leyti. En við byrjum venjulega í forgarðinum, sem svo hennu heilaga og því næst hennu allra helgasta. En búðirnar, þær voru mjög mikilvægar í helgidómsþjónustunni, þannig eru búðirnar fyrsti lykilstaðurinn. Og það voru 3 ættkvíslir sem tjölduðu við hvern punkt á áttarvita helgidómsins. 3, 4, 12, 12 ættkvíslir og 3 á hverju horni. Og svo voru við auðvitað með forgarðinn sem svona eins og garður án þaks. Og þar voru 2 lykilmunir. Og þegar farið inn hliðið inn í forgarðinn þá þar fórnaraltarið. þar sem öll dýrin sem fórnuð voru sett og þau brennd. Og svo aðeins lengra inn áður en þú komst að dyrum helgidómsins, þú veist, ennþá undir beru lofti, hefur kerið. Og allir þættir helgidómsins þeir eru að var mikilvægir og til að kenna okkur eins og leksjur. Og búðurnar eru handan við allt þetta, það sem Ísrael tjaldaði, það sem bástaddir syndarar bjuggu. Og þá hefur fórnaraltarið svo kerið og báðir þessi munir voru raun í forgarði helgidómsins. Og svo ferði inn í tjaldið og þegar þú ferði inn í tjaldið þá gengur þú inn í það sem kallað hið heilaga. Þú ert komin inn í tjald, það sem þak á tjaldinu.
Þú ferð frá austri til vesturs og þegar þú ert að fara inn dyrnar, inn í tjaldið lítur til vinstri, að þá það suður og þú sér 7 arma kertastjaka sem eru kveiktur allan tíman og það var olía á honum allan tíman, alltaf sem sagt. En þegar þú horfir til hægri, það er þá norður, hefur borðið með skoðunarbrauðinu, 12 brauð í 2 bunkum á þessu gullna borði skoðunarbrauðsins. Og svo beint fyrir fram að þig þegar þú ferð í átt að hennu allra helgasta, rétt áður en þú ferð út fyrir flótseldið, þar hefur gullna reykjelsisaltarið. Svo með öðrum orðum, inn í því heilaga hefur 3 muni, í suðri 7 arma kertastjakan, skýra gulli 60 kíló og svo er borð fyrir skoðunarbrauðið sem norður, eins og þú horfir til hægri, 12 brauð sem er mikilvægt tala. Og svo beint á undan þér áður en þú fer inn í hið allra helgasta er gullna reykjelsisaltarið, það sem reykjelsi loga allan tíman. Og svo er tjald og bak við það er hið allra helgasta, það sem er aðeins 1 hlutur, það er sáttmálsörkin. Og fyrir ofan sáttmálsörkina þar var dýr Guðs sem var yfir örkinni. Og Biblían segir okkur að inn í örkinni voru 2 steintöflur sem innihéldu boðorðin 10 og ekki aðeins voru boðorðin 10 inn í sáttmálsörkinni, þar sem dýr Guðs birtist fyrir ofan náðarstólinn. Heldur hafði þú líka inn í sáttmálsörkinni pott af manna, manna sem féll í eyðimörkinni í 40 ár og svo hafður líka staf Arons inn í sáttmálsörkinni. Og svo í sáttmálsörkinni það eru 3 hlutir, lögmálstöflurnar, pottur af manna og stafur Arons. Svo þetta er fyrirkomulag helgidómsins og mikilvægt fyrir okkur að hafa það skýrt í huga okkar. Nú skulum tala aðeins sambandið á milli hins jarneska helgidóms og hins himneska. Jarneski helgidómurinn hafa fyrirmynd hins himneska og smækku mynd. Og við förum í fyrra konungabók 8. kapla vers 27-30, þar sem talað hina himneska helgidóm, þá segir þar: En mun Guð í sannleika búa á jörðu, sjá himinin og himnana himnar taka þig ekki, hvað miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. En snú þér, drottinn Guð minn, að bæn þjóns þíns og grátbæni hans og þú heyrir ákallað og bæn þjónninn ber fram fyrir því í dag. Og takt eftir því að Guð horfir á hið jarneska musteri og segir að augu þín séu opin yfir þessu hús í dag og nótt, yfir þeim stað þú hefur umsagt, þar skal nafn mitt búa. Og þú heyrir bæn þá þjónninn biður á þessum stað og heyr þú grátbæni þjóns og líðs þíns Ísraels þeir framber á þessum stað. Og heyr þú hana þar þú býr á himnum og fyrirgef þú heyrir. Hvar var Guð? Guð var í sínu himneska musteri, en hann var líka til staðar í hinu jarneska musteri. En hið jarneska var miklu lægra en hið himneska. Taktu líka eftir í Póstólasögunni 7, 47-50, að hér Stefán að tala og hann að segja sögu Ísraels og hann segir þar: En Salomon reisti honum hús, en eigi býr hinn hæsti í því sem með höndum gjört. Hvar býr Guð þá? Guð býr í himneska musterinu. Og jarneska musterið það einfallega mynd eða tákn. Og svo heldur hann áfram að segja: Spámaðurinn sagði: Himinin hásetti mitt og jörðin skör fóta minna. Hvaða hús munið þið reisa mér, segir drottinn, eða hver hvíldarstaður minn? Þannig að þetta var aðeins sýnishorn að þessu raunverulega það sem á himnum. Reyndar skulum við taka eftir í 2. Mósebók 25, 8 og 40. vers, þar sem segir: Og þeir skulu gera mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra
Og síðan þarna í versi 40 að Guð talaði við Móse og sjá svo til að þú gjörir þessa hluti eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. Svo hvað sýndi Guð Móse á fjallinu? Guð sýndi Móse ekki himneska helgidómin, hann sýndi honum aðeins smækkaða mynd af himneska helgidómin, eða sýnisort, eða kort eða eitthvað þess að. Og reynda skulum við taka eftir líka í 2. Mósebók 26:30 að þegar við finnum sömu hugmynd, það segir að þú skalt reisa tjaldbúðina eins og hún á að vera og þér var sýnt á fjallinu. Við höfum þegar lesið í Hebreabréfinu 8. kafla að það sem segir að jarneski helgidómurinn hafi verið eftirlíking. En leiði mér aðeins að útskýra þetta svo við getum skilið sambandis himneska og þess jarneska. Tökum þessa hugmynd fyrirmynd. Og þeir muni eftir því að í Ráðhúsinu í Reykjavík var svona kort af Íslandi. Ég veit ekki hvort það þar ennþá eða hvort það sé farið. En það gefur okkur hugmynd hvernig landið okkar lítur út. En jafnvel þó að kortið sé stórt, þá það en smá skala líkan af landinu. Þannig að með öðrum orðum það sem Guð sýndi Móse var lítið fyrirmynd af himneska helgidómnum. En það er líka eins og að taka mynd. Þú færð myndavél og þú tekur mynd af einhverjum, gefur myndin þér hugmyndum viðkomandi. En manneskjan miklu minni en á myndinni, algjörlega. En gefur myndin þér hugmyndum stærð og veruleika. Gerur það vissulega. Og þannig með helgidómin. Guð tók mynd af helgidónum og hann sýndi Móse eða eitthvað kort eða eitthvað þess að. Og síðan byggði Móse helgidómana í samræmi við myndina sem Guð hafði sýnt honum. Nú Biblían segir að jarneski helgidómurinn hafi verið skuggi hins himneska helgidóms. Nú til þess að þessi skuggi verður að vera til veruleiki sem varpar skugganum. Þannig að ég vil spyrja, hvað er raunverulega skugginn eða það sem varpar skugganum? Það sem varpar skugganum lítur að vera raunverulegra en skugginn sjálfur. Og hvað er raunverulega mynd eða sá sem er á myndinni? Sá sem er á myndinni er raunverulegur en ekki myndin, hún er bara mynd. Biblían segir okkur að milljónir og milljónir engla séu í helgidónum. Það er engin jarnesk manneska sem getur jafnvel gestir í hugalund hvernig himneski helgidómurinn er. Svo Guð bjó til litla mynd og sagði Móse að byggja samkvæmt henni. Og það minnir mig á fyrra Korintubréf 13:12, þar sem segir: Nú sjáum við sem í skuggsjá í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í mólum, en þá mun ég gjörþekkja eins og ég sjálfur gjörþekktur orðin. Þannig að við vitum aðeins mjög lítið hvernig þetta lítur allt út, en þegar við komum þangað munum við sjá raunveruleikann. Og við þurfum líka að tala hátíðirnar í tengslum við helgidóminn. En ég ætla að gera það miklu meira á morgun. Þannig að því að tíminn er að fljúga frá okkur, þá er ég jafnvel að spá ég að bara slaufa þessari glæru hérna og halda áfram næstu. Það sem segir, hversu mikilvægur er helgidómurinn? Leið mér að nefna hérna nokkur mikilvæg atriði. Daniels bók er hlaðin helgidóms hugtökum. Reyndar er engin leið að þú getur skilið Daniels bók án helgidómsins, sérstaklega 8. kafla þar sem að talað lítið horn sem tekur burtu daglega og þar sem talað að helgidómurinn sé hreinsaður. Það er tilvísun í 3. Mósebók, kafla 16, það sem gerðist á friðþægingadeginum. Og það er engin leið að þú getur skilið Daniel á þess að skilja helgidóminn. Enn fremur er allt Hebreabréfið frá upphafi til enda lýsing á því sem Jesús hafði áorkað í helgidóminum. Og það er engin leið að þú getur skilið Hebreabréfið nema þú skilir hebreska helgidóm Galatestamentisins út af þessum öllum hugtökum sem hann notar til tengjast helgidómnum. Sálmarnir, það er engin leið að skilja sálmana óháð hátíðum og helgidómi. Biblían segir okkur að Davíð hafi verið færi að spila á hörpu og hann var mikill tónlistarmaður og þú getur lesið það í
fyrir Samúelsbók kapla 16 og vers 18 að hann var svo vandvirkur í að spila á hörpu að púkarnir þeir flúðu jafnvel þegar hann lék fyrir Sál konung. Og Biblían segir okkur líka síðar í Samúelsbók 23:1 að Davíð hafi verið kallaður ljúflingur Ísraels ljóða. Og hann orti 73 af þessum 150 sálmum sem eru í sálmabók Biblíunar. Reyndar voru sálmarnir sálmabók helgidómsins. Hver sálmur hafði ákveðna helgidóms umgjörð eða sálmurinn var lesin á tiltekinni hebreskri hátíð. Sálmur 135 var sungin á hátíð ósýrðu brauðana. 29. og 130. og annar sálmur var sungin á hvítasunnu og laufskalahátíðinni. Hvítasunna reyndar var kölluð viknahátíðin í Gamla testamentinu. Það er ekki fyrir henni í Nýja testamentinu sem hún heitir Pentakost eða hvítasunna eins og við kallum hana. Sálmur 47, 68, 29 og 132 voru sungnir á laufskalahátíðinni. Með öðrum orðum, sálmarnir hjálpa okkur að skilja helgidóminn og hebresku hátíðirnar, því sálmarnir voru tengdir helgidómsþjónustunni. Þema sálmanna tengist ákveðnum atburðum sem höfðu með hebreska helgidóminn að gera. Nú ekki hægt að skilja opinberunarbókina án helgidómsins, reyndar opinberunarbókin hlaðin helgidómshugtökum. Tökum við nokkuð dæmi, opinberunarbókin 5, 7. vers, það sem stendur. Þá sá ég fyrir miðju hásættinu og fyrir verunum 4 og öldungunum lambstanda sem slátrað væri. Það voru milljónir lamba í helgidómsþjónustunni og það heldur áfram að segja það hafði 7 horn og 7 augu og það 7 andar Guðs sendir út alla jörðina. Og 7 arma kertastjakans er getið í opinberunarbókinni í 1. kafla vers 12 og 13 þar sem segir ég snér mig við til að sjá hver röst það væri sem við mig talaði og ég snéri mig við sá ég 7 gull-ljósastikur og þar höfum við þjónustu Krists í hinu heilaga því að ljósastikan var í hinu heilaga og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni klæddan síðkirtli og gullbelti var spennt bringu hans. Nú reykelsisaltari, það er líka í opinberunarbókinni, takk eftir 8. kafla vers 3-5 og annað reykil kom hann að staðar við altarið og hann hélt á reykelsisker úr gulli og hann var fengið mikið reykelsi til þess að hann skildi leggja það við bænir allra hinna heilugu á gullaltarið frammi fyrir hásætinu og reykurinn af reykelsinu steig upp með bænum hinna heilugu úr hendi engilsins frammi fyrir Guði. En við sjáum líka hér í opinberunarbókinni hvað reykelsi táknaði. Þetta eru bænir fólks Guðs sem stíga þarna upp. Og það getur því að þú ert með lampið, við höfum 7 arma kertastjakkan, reykelsisaltarið, það er líka manna. Og það getur á opinberunarbókin 2:17 þar sem segir hver sem eyra hefur hann heyri hvað andinn segir söfniðinum, þeim með sigrar muni gefa hennum huldamanna. Og munið að manna var til staða í sáttmálsörkinni. Hins allra helgasta er líka getið á opinberunarbókinni, eins og í kapla 11 og vers 19 þar sem segir og musteri Guðs opnaðist og hvar? Það sem á himni er og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Í hvaða musteri er það? Hinu himneska. Þannig að það er örk í himneska musterinu, augljóslega. Og það segir og musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörkan birtist í musteri hans og eldingar komu og dönur og þrumur og landskjálfti og hagl-mikið. Þannig að opinberunarbókin hún fylgir nákvæmri röð hebreska helgidómsins. Hún fer frá fólkinu í búðunum til lambsins, til kertastjakans, til skoðanabrauðsins, til reykelsisaltarisins, til þess allra helgasta. Og reynda skulum við lesa hér í opinberunarbókinni 15, 5-8. Sá tími kemur að þjónustu helgidómsins mun ljúka og enginn mun geta gengið inn í helgidómin í trú lengur því að náðatímanum líkur og það segir takki eftir og eftir þetta sá ég að upp var lokið musturinn á himni tjaldbúð vitnisburðarins
og út gengu úr musturinu englarnir 7 sem höfðu plágurnar 7 klæddir hreinu skínandi líni og girtir gullbeltum brjóst, og englanum 7 fékk einn af örunum 4 7 gullskálar fulla reiði Guðs, hann sem lifir aldir alda. Og takki svo nú eftir 8. versi: og musterið fylltist að reiknum af dýrð Guðs og mætti hans, og enginn mátti innganga í musterið uns fullnaðar væru þær 7 plágur englanna 7. Þannig að mun helgidómsþjónustan líða undir lok einhvern tímann, augljóslega. Þjónusta Krists í hinu allra helgasta mun líða undir lok, og þegar henni lýkur náðatíminn á enda. Tími þrenginga mun koma, og þá mun koma plágurnar, og þá mun Jesús nú aftur í krafti og dýrð. Åpenbarabókin, hún fylgir nákvæmri röð hebreska helgidómsins frá upphafi til enda. Þannig að það þýðir að það engin leið að við getum skilið Åpenbarabókina nema við skiljum helgidómin, þjónustuna. Þannig að við þurfum að skilja helgidómin til að skilja sálmana, til að skilja Åpenbarabókina, til að skilja Hebreabréfið, til að skilja marga aðra hluti og ritningunum. Þetta afar mikilvægt. Og vissið þú að helgidómurinn sýnir líka skref fyrir skref hvern atburði lífi Krists, þjónustu Krists. Og skulum lesa nokkur vers núna svo að þú sjáur hvernig helgidómurinn bendir á hverja aðgerð í þjónustu Krists. Í 1. kafla Jóhannesar á 14. versi talaði að Jesús kom í búðirnar til að búa með okkur. Það segir hér: og orðið varð hvað? Hold. Og hvað næsta orðið? Og hann bjó. Og veistu hvað orðið bjó þýðir í raun? Það þýðir í raun að hann hafi tjaldað. Gríska orðið það þýðir að hann kom og hann tjaldaði. Hann var í tjaldbúð. Hann kom til að búa á meðal okkar. Og áður hann gengur inn í forgarðinn til að deyja við altarið, að það býr hann mitt á meðal okkar. Því hann kom til að lifa fullkomnu lífi, svo að fórn hans yrði viðurkennd. Því að stundum gleymum við að hann þurfti að lifa heilögu lífi til að fórn hans væri samþykkt. Svo fyrsta skrefið í þjónustu Jesú að koma og að búa með okkur í búðunum. Fyrir utan, sem sagt, Ísraelsmenn voru í búðunum allt í kring. Hann kom til að búa í búðunum meðal fólksins. Og orðið var hold og hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Og hann lifði meðal okkar, gerði það svo sannlega. Takk eftir í 4. kafla Hebreabréfsins og 15. versi: ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getið séð aumur á veikleikum vorum, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor en án syndar. Hann bjó í búðunum með okkur, en syngaði aldrei vegna þess að hann var hitt fullkomna lamb, lítalausa lamb. Lambið þurfti að vera lítalaust. En þá var lambið að deyja, og það næsta skrefið í þjónustu Jesú. Hann var tekinn að lífi, settur á altarið. Og takk eftir í 1. Pétursbréfi 1:18 og 19. Þar talað dauða hins óflekkaða lambs. Það segir: þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfrið eða gulli frá fánýtri hegðuniðar, eftir höfðuð að erðum teki frá feðrumiðar, heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmæti blóði Krists. Hann var lítalaus og óflekkaður áður en hann úttelti blóði sínu. Hann kom til að lifa mitt á meðal okkar, til að lifa lífi án syndar sem fórn, sem lamb. Og svo fyrst kom hann til að búa með okkur og síðan kom hann til að deyja. Og það áhugavert að það næsta sem Jesús gerir að biðja fyrir okkur í hinu heilaga. Það getur því sem við finnum í Hebreabréfinu 7:25. Þetta næsta skref. Því Jesús hér í hinu helga, það sem að skoðunabrauðið það sem 7 arma kertastekkin það sem að reykjelsisaltarið Þannig að hann á ferði gegnum helgidóminn, og það segir hér: þess að það getur hann til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, það sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Þannig að sjá hversu mikilvægt það að Jesús reis frá dauðum.
Ef hann hefði ekki risið frá dauðum, þá gæti hann ekki verið að sinna þessari þjónustu í hinu heilaga, að biðja fyrir fólkinu. Og taki einnig eftir í 1. Jóhannesar bréfi, held ég þetta að vera, eða ekki? Já, 1. Jóhannesar bréf 2:1, það sem hann segir frá þessu stigi þjónustu Krists, og það segir: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synga, en ef einhver syngar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum Jesú Kristinn réttláta. Þannig að sinna þessari þjónustu inn í hinu heilaga. Og þannig að spurningin er því: ætlar Jesús líka einhver tímann að sinna þjónustunni í hinu allra helgasta? Það gerir hann vissulega, því við tökum eftir í síðar Korinthubréfi 5:10, það segir: því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists, til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamannum, hvort sem það er gott eða illt. Og hver var dómurinn í helgidónum? Hvar fór dómurinn fram einu sinni á ári, ef við skoðum þjónustuna í kringum helgidómin? Hann fór fram í hinu allra helgasta, vegna þess að fólk verður að dæmta hinu fullkomna frelsislögmáli. Dómurinn fyrir fram það sem að lögmálið er, og Jesús mun líka gegna því hlutverki. Og það er áhugavert að eftir að Jesús framkvæmir verk sitt í hinu allra helgasta, Biblían segir okkur að hann muni þá fara úr presthlutverkinu og hann mun snúa aftur til þessara jarðar sem konungur. Og helgidómurinn segir okkur frá því stigi þjónustu Krists. Takk eftir í Opinberunarbók 19:11. Og þá sá ég himinin opinn og sjá hvítur hestur, sá sem á honum sat, heitir trúr og sannur, hann dæmir og berst með réttvísi. Og í 16. versi segir: og á skikki sinni og á lendsinni hefur hann ritað nafn konungur konunga og drottin drottna. Þannig að Jesús mun koma aftur til þessa jarðar sem konungur konunga, þegar hann hefur lokið sinni þjónustu í helgidónum. En það er önnur atriði sem þarf að fara fram eftir þetta, og það er að finna í næsta kafla, 20. kafla Opinberunarbókarinnar. En ég er að spá að skipa líka yfir þessa glæru, því að ég ætla að tala um þetta á 5. Það er sem sagt allt í sambandi við síðustu hátíðina. Og en loka atriði sem ég vil koma að í dag er að helgidómurinn útskýrir raun alla kenningar Biblíunnar. Helgidómurinn er hinn mikli segull sem sameinar alla kenningar Biblíunnar. Og nú skal ég nefna nokkrar af þeim kenningum. Sýnir helgidómurinn eðli Guðs, vissulega. Það sýnir að Guð er réttlátur og lögmálið krefst dauða. Það sýnir að Guð er miskunnsamur vegna þess að Guð tekur á sig dóminn. Það snýst öll þjónustan í helgidómnum. Það sýnir réttlæti hans og kærleika. Nú sýnir helgidómurinn kenninguna synd, algjörlega, því að milljónir dýra þurft að deyja í helgidómsþjónustinni, sem sýnir okkur að laun syndarinnar er dauði. Sýnir helgidómurinn okkur mannlegan Jesú eða Messias, vissulega gera það. Og það veist að það er athyglisvert að helgidómurinn fyrir utan var ósköp venjulegur að utanverðu á líta. Var helgidómurinn ekkit sérstaklega fallegur, allan ekkit tjaldbúði. En það var mynd af Jesú, að innan var persóna hans falleg, en að utan var hann, eins og segir, hvorki fagur né glæsilegur svo að skæfi á að líta, né álitlegur svo að svindi til hann. Þannig að þetta passar mjög vel. Nú sýnir Biblían fullkomið líf Krists. Já, vegna þess að presturinn gat ekki verið með nein líti og lambið gat ekki verið með nein líti, sem sýnir að Jesús þurfti að vera fullkomin fórn og hann varð að vera fullkomin prestur. En er fyrirgefning opinberuð í helgidómnum? Algjörlega, þegar syndarinn lagði synd sína á höfuð dýrsins og játaði synd sína, þá var flutningur gerður og nú gat syndarinn fengið fullvissu fyrirgefningu. Er prest dæmi Jesú kynnt í helgidóminum, að hann þjónar sem prestur?
vissulega, vegna þess að presturinn myndi fara með blóðið í það heilaga. Blóð fórnarlambsins sem syndin hafði verið færð til. Blóðið var tekið inn og á þannan hátt var fyrirgefning synda flutt inn í helgidómin. Bæn flutt í helgidóminum? Já, því að reykjelsisaltari táknar fyrir bænir. Mikilvægi þess að kirkjan varpi ljósi Jesú Krist með krafti heilags anda sýnd í helgidóminum? Já, við sjáum það í 7 arma kertastjakanum sem á að lýsa alla sólarhringinn, alla daga. Og við sjáum engla í helgidóminum. Þrenningin kynnt. Það einn sem situr í hásætinu, svo það lambið sem var slátrað og einnig 7 arma kertastjakin sem kallað 7 andar Guðs í Åpenbarunarbókinni. Það eru þeir 3 eru þarna. Alla kenninga Biblíunnar koma saman og þú sér tengslistara kenninga í þjónustu helgidómsins. Og dómurinn settur fram í helgidóminum. Lögin eru sett fram og hvíldardagurinn. Heilsusamlegt líferni jafnvel í gegnum manna sem að Guð gaf, sýndi fram með að sinna því einnig. Ástand hennar dánu einnig kynnt í helgidóminum. Þessi stafur sem laukaðist af kraftaverk Guðs, líf fæst aðeins fyrir Jesú Krist. Andkristur kemur einnig við sögu og 1000 ára tímabilið í helgidóminum vegna þess að Asasel sem ég ætla að tala hérna á 50-dagskvöldið, blórabökullinn, hann að finna í 20. kafla Åpenbarunarbókarinnar. Þannig að alla kenninga Biblíunnar eru að finna í helgidónum og það stórkostleg leksía sem Guð kendi í helgidónum. En þannig ætla ég að ljúka þessu kvöld, en annað kvöld ætla ég að tala sérstaklega allar þessar hátíðir sem að tengjast helgidómsþjónustunni og hvernig Kristur nákvæmlega alveg jafnvel upp á klukkustund, ég alveg talaði upp á klukkustund, uppfyllir það sem að þessar helgitíðir boðuðu. Og svo á 5. daginn þá ætla ég að tala loka þjónustu helgidómsins. Það þegar að syndirnar í eitt skipti fyrir öll verður flutt úr helgidónum. Því að syndarinn játar syndir sínar yfir lambinu og presturinn fer með blóð lambsins og makar því á tjaldið og þannig að helgidómurinn saurgast með tímanum, en það kemur svo tími að það sérstök athöfn sem fer fram sem ég ætla að tala á 5. daginn sem felst í því að hreinsa helgidóminn og þá eru alla syndirnar sem að við höfum játað og hafa flust inn í helgidóminn eru fluttar úr helgidóminum á blórabökulinn, svo ég fann ekkert betra orðið yfir hann kallaði Asasel í Gamla testamentinu, sem Satan. Þannig að lokum eru þetta allt komið á hans herðar og hann þarf að bera þetta sjálfur. En þannig ætla ég að ljúka þessi kvöld og þannig sjáumst við aftur annað kvöld.